Þá komið að janúar lesöfn fyrir Vog. Svo ég einbyrja aðeins á praktísku atriðunum, þá er ég að lesa fyrir marga í einu og ég get ómögulega lesið fyrir alla. Það sem ég geri er að ég tengi mig inn á einhverja ákveðna bylgjulengd sem hópur ykkar hefur einnig tengt sig inn á, en ekki allir. Nú, þar sem þetta er opinlæstur þá má búast við að það séu einhver hlutir sem passa og ekki passa. Við skulum ekki vera að veita smáatriðunum of mikla athygli af því að það eru margir hlutir frekar sveigjanlegir í þessu öllu saman. Þar má sérstaklega nefna aldur og kyn, nákvæmar staðsetningar, tímasetningar, hlutskipti í samböndum, það geta komið upp speglanir og alls konar þess háttar. En við skulum demba okkur í þetta alltaf. Byrjaði að athuga hvaða Vog ég er að lesa fyrir. Svo skulum við fá áskoranir og uppákomur í janúar fyrir Vog. Skulum fá leiðsögn fyrir Vog. Við skulum fá niðurstöðu fyrir Vog. Og það sem voginni, held að þetta hafi átt að fara hingað. Og það sem voginni hulið, það sem hún veit ekki en hefði ákvæmt að fá smá innsýn inni, vil ég að fara hérna neðst í stokkinn. Ok, byrjum að ég kanna hvað Vog ég er að lesa fyrir. Kæra Vog, þú ert einhvern veginn að feta þína leið inn í þessu lífi og mér finnst þú vera að feta þína leið sannari sjálfur þér en þú hefur gert áður. Þú ert svona að stíga einhver skref í þá áttina að vera meira samkvæmt sjálfur þér. Líklega til þess að orða skoðanir þínar og segja og láta vita af þér frekar en að gefa eftir inn í annarra manna álit. Þú ert svolítið að losa þig við einhvern slatta af meðvirkni hérna en þú ert samt að stíga mjög varlega niður til jarðar. Þú ert að finna svona jafnvægi á milli þess að fara í taka skarið og taka slaginn og láta heyra hressilega í þér og að vera samt dipló. Þetta er svona þú ert að þreifa fyrir og finna jafnvægið á því sem er mjög gott. Þetta er mjög þroskandi ferli sem þú ert í og kemur út frá kærleika og ást á sjálfri þér sem er mjög gott en þú ert samt svo tilbúin til átaka og ert tilbúin inn í þetta ferli. Þú ert einhvern veginn svo til í slaginn. Og þú ert svo tilbúin til að vera bæði dipló en samt föst á þínu. Að vera elskurík og kærleiksrík en samt standa með þínum mörkum, þínum gildum, þínum siðferði.
og þér finnst mér tekst að halda þér rosalega í jafnvægi á þeirri línu. Og þetta kemur út frá svo miklum umvefjandi kærleika á sjálfri þér, bæði sem þú ert búin að vinna í að gefa sjálfri þér og utanumhaldi sem að þú hefur. Nú, áskoranir þínar er að það verða svona, þú verður svolítið stuðuð og það verður svona smá kvíði, sérstaklega út frá því að það verða margir valmöguleikar í kringum þig, varðandi ýmislegt, sko bæði hvort sem það er varðandi samband eða samskipti, eitthvað í vinnunni, það er svona einhvern veginn, það verða alveg nokkrir boltar í boði til að sparka í hverju sinni. Og það er svona, já, ég finn að þú þarft aðeins að djögla og velja og hafna og þið langar til að gera allt í einu en þú veist þú getur það ekki, því að þarna þarf þú að sýna hófsemi. En hins vegar þá ertu búin að læra svo margt og þú hefur yfirsýnina sem þarf til þess að skipuleggja þig á þann þátt að þú nærið að láta hlutina ganga upp. Notaðu innri viskuna þína, innsæið þitt, yfirsýnina sem þú hefur, þekkinguna sem þú hefur á sjálfri þér sérstaklega, notaðu það sem þú hefur til þess að skipuleggja þig. Mér finnst líka að vera að koma inn í líf þitt einstaklingur eða samband hvort sem þetta er eitthvað svona þekkir nú þegar eða ekki, það er sitt á hvað eftir því hver er að hlusta og þetta samband getur verið allavega á alls konar eftir því hver er að hlusta líka, getur verið fjölskylduband, vinasamband, ástarsamband eða hvað nú. En þetta er samband sem að mun kvikna eða verða áberandi hjá þér núna í janúar, einhver tenging við annan einstakling sem mun róta svolítið við tilfinningalífinu og sérstaklega þá svolítið sko varðandi vangaveltur þínar það hvað þú vilt fyrir þig, hver þú ert, hver gildin þín eru, hvað þú vilt út í lífinu, þannig að þetta er svolítið svona, þetta er einstaklingur sem að vekur svolítið þær spurningur upp hjá þér. Og þessi tenging, eins og ég segja, þetta getur vel verið eitthvað sem kemur alveg splunkunýr inn í lífið þitt eða einhver sem þú ert búin að þekkja áður en er að nálgast þig á nýjan hátt. En hefur þau áhrif á þig að þú skoðar og kynnist sjálfur þér í rauninni enn betur en áður. Fáum leiðsögnina þína. Þú þarft að vera mjög vökul yfir því, sko, það er hér tvöföldun, má segja. Þú þarft að vera mjög vökul yfir því að sko, taka skýra stefnu og ríða á vaðið en passa að fara þér ekki of geyst og sýna visku og þroska í því að ætla þér ekki of og fara ekki of hratt af stað. Þetta er pínu endurtekning á því sem ég var að segja við áðan að þú hefur þroskan, viskuna, innsæið og yfirsýn til þess að skipuleggja þig, til þess að láta þetta ganga allt upp en þú verður að beita því. Að það hér kemur í tvennu lagi sömu skilaboð, láttu ríða á vaðið og halda áfram með það sem þú ert að gera en ekki fara þér of geyst, ekki ætla þér of, ekki fresta og ekki pakka öllu á sama dag, ekki keyra þig út. Notaðu þroskan og viskuna þína til þess að skipuleggja þig og raða hlutunum þannig að það hentar þér. Þetta er líka, þú verður að velja og hafna, þú getur ekki alltaf fengið allt. En þú hefur líka meiri stuðning en þú gerir grein fyrir og þú mátt alveg reiða þig á þetta. Þú mátt biðja hjálp. Það sko setur ekki allt í bálabrand þó þú byrði aðstoð inn á milli. Það eru einstaklingar í kringum þig sem að vilja hlusta, vilja ráðleggja, vilja styðja við þig hvernig sem það er.
Leyfðu þeim það, þó ekki nema á og til. Ég veit það er ógeðslega erfitt fyrir þig, en leyfðu þér þetta inn á milli að biðja stuðning og leyfa öðrum að styðja þig. Niðurstaðan mín kæra vog að þetta verður að ákveðnu umbreytingu fyrir þig. Þú skilur við mikið gamalt úr fortíðinni, eitthvað sem hefur ekkert að gera með lífið þitt í dag lengur, að þú ert að búa til rými fyrir svo margt nýtt og spennandi, og það sérstaklega hvað varðar ástríðuna þínar og iðnina þína, það sem þú gerir. Þú ert að skapa fyrir þig eitthvað rými, eitthvað grein. Þú ert eitthvað neginn að, mér finnst vera svo mikil uppgötvun hjá þér það hvað þú í rauninu getur gert mikið og hvað þú getur verið skapandi. Og þetta er svo aukið sjálfstraust fyrir þig og aukinn styrkur að finna þetta jafnvægi í að geta skipulagt þig svona, geta verið fungerandi, að geta svona mikið. Og þetta mun styrkja þig til muna, alveg heilan helling, og líka þá sérstaklega umbreyta svolítið þessari gömlu hugsun sem þú hefur varðandi, hreinlega bara varðandi streitu almennt. Þetta er svona spurningum, þú ert að fara að læra svo mikið streitumörkin þín, hvernig þú hagræðir, hvernig þú finnur betur fyrir hvenær streitaðin er, hvenær þetta er heilbrigð streita og hvenær þetta er óheilbrigð streita, hvenær þetta er þannig streita að það kyndir undir þig og hvenær þetta er þannig streita að hún dregur úr þér. Og þú ert að fara að læra svo mikið upp á nýtt með því, og því fylgir rosalegur þroski, og finnst mér líka nýr stuðningur, og sérstaklega talandi stuðning og þennan einstakling sem er að koma nýr eða sterkur inn í lífið núna næstunni, er að fara að gegna allavega eitthvað nýju hlutverki fyrir þig. Að leyfðu þeim einstaklingi að styðja þig og leyfðu þeim að vera hluta þér. Því ykkar tenging er að fara að styrkjast til muna, og þið eru að fara að uppgötva hvort annað á einhvern algjöran og nýjan hátt, sérstaklega sem bæði andstæður og jafningjar. Það hér eru þú að birtast mér sem keisari innan og hinn aðalum birtast mér sem keisari. Þannig að það er þetta dýnamíska dúó, jafningjar og andstæður á sama tíma. Þannig að þetta samband er eitthvað sem getur orðið eitthvað alveg kengimagnað, það verður bara að segjast. Sama hvernig samband það er, hvort sem það er samstarfsaðili, vinnufélagi, vinur, fjölskyldutenging eða elskhugi, lífsförunautur að einhverju leyti. Það skiptir ekki máli hvernig, en þetta er eitthvað sem gæti orðið alveg kengimagnað. Og við skulum fá aðeins auka innsýn inn í þetta. Hér reyndar dettur þetta fram á þennan hátt líka, akkurat á sama hátt. Jafningjar og andstæður á sama tíma, þegar hér kemur skýringin á þér sem æðsti meðprestur og á hinum aðilunum sem galdramaðurinn. Í tarótinu þá eru þetta þetta er í rauninni ykkur hliðin á sama peningnum. Þetta eru makaspil, þetta eru dýnamísk dúó, bæði þá meðpresturinn og galdramaðurinn og jafnframt keisari innan og keisarinn. Þannig að þetta er alveg svona ultimate og hreinlega vil ég segja sálufélaga tenging, mjög dýnamísk tenging. Áskoranir.
Varðandi áskorunum þínar þá ertu aftur að skilja við eitthvað gamalt sem ekki að þjóna þér lengur. Helsta áskorun þín þetta með að ætla að þiggja. Það eitthvað sem hefur reynst þér erfitt en það eitthvað sem að þú virðist vera að læra að tækla á nýjan hátt núna. Þannig að það ákveðin áskorun fyrir þig nú orðið í þessum mánuði eða komandi tíma. Þá verður mikil lærdómur fyrir þig í því að breyta þínu viðhorfum varðandi það að þiggja aðstoð annarra, finnst mér. Varðandi leiðsögnina þína. Þá hér kominn tími til að skilja við gömul hugarfar hvað varðar það að þurfa að þrauka og berjast, heila gamlan sársauka og gefa eftir. Slaka inn í ferlið sem að eiga sér í stað, bæði hvað varðar þetta með að leyfa sjálfum sér að þiggja aðstoð, leyfa öðrum að styðja við sig, gefa eftir inn í þessa tengingu sem að fara að birtast hér núna á næstunni. Og eins líka gefa eftir breytt hugarfar gagnvart því hvernig þú skipuleggur þig, hvernig þú temur þín vinnubrögð og hvernig þú elur sjálfa þig áfram. Í staðinn fyrir eins og okkur hætti til mörgum að ætla að píska sjálfum sig áfram á einhverju herkju. En það mikil heilun hérna. Fyrst og fremst finnst mér vera heilun, þú að heila sjálfa þig af gömlum viðhorfum og ásýndum sem þú hefur haft til sjálfra þín. Það að segja, sjálfsálitið, sjálfstraustið, hvernig þú hefur pískað þig áfram í gennum tíðina, heila mikið á þeim forsendum. Það sem þú veist ekki að það algjörlega nýtt ævintýri framundan fyrir þig og þú bara rétt að byrja, þú veist ekkert hvað framundan en þú verður að finna hugrekki til að stíga inn í það ævintýri þó það sé pínu blint, þó þú veitir ekki hvað framundan fyrir þig. Þú tekur ekki fortíðina með þér inn í þetta, þú þvælist bara fyrir, þú þarft að skera á þau bönd og á sama tíma skera á annarra manna álit, ekki láta það halda aftur af þér. Það verða smá samskiptaörðugleikar, sammeðlegast gagnvart því einmitt að það einhverju kringu þig sem að finnst óþægilegt að þú skuli breytast og upplifa ögrun á sínum þægindaramma við það, en því bara við að búast þegar við þroskumst. Þú hefur meira að bjóða en þú gerir grein fyrir, þú ert stöður og sterkari og gerir grein fyrir, þú ert miklu hraustari og þolur miklu meira en þú gerir grein fyrir. Það kemur allt upp á yfirborðið fyrir rest og allar skuldir verða að gera upp. Það algjörlega það. Hlúðu að þér fyrst. Annarra manna álit á þér kemur þér alls ekki við. Annarra manna ábyrgð kemur þér ekki við. Hlúðu algjörlega að þér í einu og öllu. Þú skalt vera númer 1, 2 og 3. Mættu þína eigin þörfum og leyfðu öðrum að mæta þeim líka. Ég ætla að taka þessa leiðsögn heim og saman og ljúka henni með leiðsagnaspili úr splunkunýju stokki sem ég með sem að heitir Sacred Earth Oracle og lítur svona út. Að draga eitt spil og við hafa svo skýringuna á því. Þannig að fáum eitt spil hér úr Sacred Earth. Þú fær spilið Magnetism, andráttarafl. Skulum fá skýringu fyrir það. Jarðnesk meining þessa spils það að
það er áminning hér að sem sagt andstæðurnar laðast að hvor annarri og pólarnir laðast að hvor öðrum eða hafa áhrif á hvort annað. Þetta snýr svolítið að þessum sem ég var að segja dýnamísku dúóin hérna og hjónaspilin. Það að vera hluti af aðstæðum gegn betri vitund og finnast maður á einn eða annan hátt ábyrgur fyrir ykkur sem var algjörlega langt út fyrir þína stjórnum. Ekki láta það hafa áhrif á þig og ekki vera með samviskubit gagnvart því. Skapaðu frekar jákvæða sjálfsmynd í gegnum meðvitaða og uppbyggjandi gjörðir. Smávægilegir hlutir sem fara í taugarnar á þér í umhverfinu þínu, ekki laða það á þér, ekki láta það hafa áhrif á þér. Speglaðu og í rauninni kastaðu að þér því sem að kemur þér á vont skap. Búðu þér til verndarhjúp sem að er skapaður úr sjálfsöryggi og sjarma. Það eru alltaf aðrar leiðir heldur en að gefa eftir inn í neikvæðni. Þetta er fyrst og fremst áminning að vera það sem maður vill laða að sér. Þannig að ef þú ert sjálfsörugg, ef þú ert skapandi, ef þú ert gefandi, ef þú ert hlý, þá er það sem þú laðar að þér. Ekki láta neikvæð öfl smita þig. Andleg meining þessa spils er svo að ást er aðdráttarafl út af fyrir sig sem teygir sig út frá hjörtum allra lifandi vera og hluta. Ást er bæði verndarhjúpur og öflugt aðdráttarafl. Það er miðja flæði lífsins. Í orðum, í hugsun, í snertingu. Það er allt sem þarf fyrir ástina til að blómstra. Þegar ástin kviknar, þá geislar það algjörlega frá miðju okkar og teygir sig langt út fyrir sjóndeildarhringinn okkar. Þannig að það hér er verið að minna þig á að vera í kærleiksorkuninni, vera ástin og kærleikurinn. Leyfa því að bæði vernda þig og geisla þannig frá þér að það er það sem laðar til þín á móti. Þá er þessari leiðsögn lokið og ég vona að þessi skilaboð rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Að þetta verði til gagns og nýtist einhverjum. Svo bara þakka ég kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.